Góðu gestir, það afskaplega ánægilegt fyrir okkur að sýna ykkur aðeins inn í fyrirtækið, sýna þessi flóknu og skemmtilegu verkefni sem við erum að kljást við dagsdaglega. En ég ætla að fjalla aðeins á þessum tímapunkti á fundinum aðeins svona stöðu fyrirtækisins og hvert við erum að stefna. Það sem ég ætla að koma inn á í erindi mínu, það að koma inn á þessa farsælu uppbyggingu sem hefur farið fram á síðustu 50 árum. En ég ætla líka á þessum tímamótum að reyna að svara kannski 3 mikilvægum spurningum sem ég tel að hljóti að vera í hugum margra mikilvægar, sérstaklega í ljósi bæði hvert við erum komin og mögulegra verðmætasköpunar sem við verum að sjá í fyrirtækinu. Og í fyrsta lagi svara þeirri einföldu spurningu, af hverju er raforka verðmæt vara? Það ekki raforka bara einhverju innviðir eða eitthvað sem við bara fáum eins og vatn úr krananum. Hvenær getum við greitt arð og hversu mikinn arð getum við greitt? Það líka áhugaverð spurning. Og svo kannski stóra spurningin, hvað mikið viljum við virkja? Þá mun ég kannski tala út frá Landsvirkjun, en ekki síður raun og veru út frá þjóðinni og hvernig þjóðin þarf að taka þær ákvarðanir hvernig við viljum stíga næstu skref. Og þá mun ég enda á fjalla kannski mikilvægasta málið í framþróun Landsvirkjunar, það hvort okkur takist að skapa sátt, nauðsynlega sátt starfsemina og bæði þá hvað við eigum að vernda og hvað við eigum að nýta. Ef við skoðum stöðu Landsvirkjunar þá hún traust, svona rekstrarlega. Við eigum fjöldamargar, það sem við segjum verkfræðingarnir, flottar virkjanir. Við rekum 14 vatnsaflsvirkjanir og 2 jarðvarmavirkjanir og erum núna að byggja 3. jarðvarmavirkjana. Það sem einkennir flestar þessar framkvæmdir að þetta eru mjög umfangsmiklar framkvæmdir sem tengjast byggingu þessar virkjana. Þær eru fyrirferðarmiklar í samfélaginu þegar það gerast, sérstaklega fyrir nærsamfélagið. Og það eru náttúrulega stóra líka þegar teknir rekstur, þó að það sé nú kannski minna umfang sem þá. En í heild ef við horfum á þessu sögu þá þetta allt vel heppnaðar framkvæmdir og við getum verið stolt af þeim. Með vel heppnaðar þá á ég við að hönnunin gekk vel, byggingin gekk vel og reksturinn hefur gengið vel. Og þetta alls ekkert sjálfgefið og við sjáum það betur þegar við förum og skoðum sögu Búrfellsvirkjunar sem var nú kannski eitt framsæknasta skrefi sem hefur verið tekið, hversu ögrandi verkefni þetta var. En við höfum líka átt mjög gott samstarf við nærsamfélagið, þrátt fyrir að við séum þessi stóri aðili, það hafa átt gott samstarf. Vissulega hafa komið upp atriði og eru stöðugt að koma upp atriði, bara eins og í öðrum hjónaböndum. Við vinnum í sameiginlegri að leysa það og það tekst vel og við viljum gera enn betur í þeim málum og erum alltaf að vanda okkur. Það líka mikilvægt að við höfum átt mjög gott samstarf við ferðaþjónustuna og teljum að það eigi að geta verið til framtíðar, bæði í að skapa aðgang á svæðum og eins sýna ferðamenn endurnýjanlegri orkuvinnslu mikinn áhuga. Telja þetta eitt af merkilegri atriðum sem þeir sjá á Íslandi. Til dæmis þá koma 20.000 gestir til okkar í okkar aflstöðvar á 3 mánaða tímabili til þess að kynna sér hvað við erum að gera. Og svo komum við að baðfélaginu á Mývatni, svo þekkjum við Bláa lónið og fleira þar sem ferðamanniðnaðurinn fer mjög vel saman með þessu. En þetta hefur verið farsæl uppbygging og gengur vel. En grunnurinn af þessu fyrirtæki var líka lagður á 50 árum með markant krefjandi markaðsaðstæður eins og forsendur kom inn á í ræðu sinni. Þetta var ekki auðvelt að selja raforku á Íslandi og það var ekki af því að stjórnarmenn á þeim tíma voru lélegir sölumenn eða lélegir í að markaðssetja fyrirtækið. Það var einfaldlega vegna þess að markaðsaðstæður á þeim tíma voru allt aðrar. Það var bara raun og veru margir staðir í heiminum sem voru með að bjóða raforku á lágu verði. Á sama tíma var Ísland ekki þekkt og menn vissu ekki að það væri gott að reka álver á Íslandi eða annan iðnað, þannig að það alveg eðlilegt að það var erfitt að fá fyrirtæki. En það hins vegar tókst að fá öflug fyrirtæki til landsins, fyrirtæki sem hafa lagt grunninn af Landsvirkjun, fyrirtæki sem hafa vaxið og dafnað með fyrirtækinu og við höfum átt mjög gott samstarf við. Það er mikilvægt að hafa það í huga að þrátt fyrir að markaðsaðstæður hafi verið öðruvísi þá en þær í dag, að ef við værum að stofna Landsvirkjun í dag og fara að leita af viðskiptavinum fyrirtækið, þá mundum við í grunninn fyrst leita af samskonar viðskiptavinum og var gert þá. Þessir viðskiptavinir sem voru valdir, sem áliðnaðurinn, það mjög góður iðnaður fyrir lokað raforkukerfi
tiltölulega stórt raforkukerfi eins og við höfum á Íslandi vegna þetta eru mjög stöðugir notendur, stórir notendur, þeir eru mjög traustir, þeir horfa langt fram í tímann, þeir eru tilbúin að gera langa samninga með bakábyrgðu móðurfélaga sem gerir okkur kleift að ráðast í þetta. Þannig að þessi skref sem voru tekin þá hefðu verið tekin aftur núna ef við varum að byrja upp á nýtt, jafnvel í þessu góða markaðsumhverfi sem við starfum í dag. Það má ekki gleyma því að samhliða þessu hefur byggst upp heildsölumarkaður og öflugt raforkukerfi og það hefur verið mjög aukin notkun í almennum iðnaði sem er að nota orku. Við sjáum bara notkun núna til dæmis bara í fiskimjölsverksmiðjum og síðan eru mikið af kunnum eins og gagnaver og aðrir sem koma í gegnum heildsölumarkaðinn. En hvers vegna er raforka verðmæt vara? Hvað varð til þess að raforkan verðmæt og af hverju er hún verðmæt vara? Og megin ástæðan fyrir því er að raforka er almennt framleidd með jarðefnaeldsneyti. Þá fyrst og fremst gasi, kolum og olíum. Það gerir það að verkum að raforka er í eðli sínu ígildi jarðefnaeldsneytis. Hún er verðlögð á heimsmarkaði á sama hátt. Þannig að hún hefur mikið fjárhagslegt gildi og svo verður hún líka verðmæt vara því að það var ákveðið á Íslandi, eins og var gert í öllum Evrópulöndum og flestu stöðum í Bandaríkjunum líka, að raforkuvinnsla og raforkusala þar myndi gilda markaðslögmál. Það er á frjálsum markaði, það er öllum frjáls að framleiða raforku, selja raforku og þá verður til markaðsviðskipti. Þannig að þegar það er vara sem er raun og veru í eðli sínu er olía og gas og hana verða almenn viðskipti, að þá er alveg augljóst að þessi vara hefur mikil verðmæti. Það sem er sérstakt við okkur að við erum með þessa endurnýjanlegu orku og það sem er enn sérstakara að þegar menn fara erlendis og tala um endurnýjanlegu orku, þá er það fyrsta sem aðilum dettur í hug er eitthvað sem er fyrsta lagi ótryggt, sem að kemur þegar vindurinn blæs eða sólin skín og í öðru lagi þetta er dýrt. Það er það sem að svona endurnýjanleg orka er í hugum fólks. En endurnýjanleg orka á Íslandi er bæði örugg og með lágan framleiðslukostnað. Þannig að þetta er andstæðan sem við höfum þar sem tryggir líka samkeppnishæfni Íslands. Hún byggist á mörgum þáttum í dag og það er ástæðan fyrir að við erum að sjá þessu eftirspurn. Í fyrsta lagi erum við að bjóða hagstætt verð. Við erum að bjóða hærra verð höfum við að gera áður og það er bara út af því að markaðslögmálin stýra því, það er bara eftirspurnin er þannig. En við erum ennþá að bjóða mjög samkeppnishæft verð. Það sem skapar okkur hins vegar mikla sérstöðu er að við erum að bjóða langtíma samninga. Það er nánast óþekkt að það séu í boði langtíma samningar fyrir nýja viðskiptavini nokkurs staðar í heiminum, þar sem að verðið er tryggt í 15 ár. Þetta er mjög mikil breyting frá tímanum þegar menn voru að reyna að fá aðild til landsins fyrir mörgum ár síðan, þá var þetta í boði á mörgum stöðum. Þannig að samkeppnisstaða okkar er sterk og það sem er líka mjög mikilvægt að það er mjög góð rekstrarsaga fyrirtækja á Íslandi. Rekstur okkar viðskiptavina hefur verið mjög farsæll. Það vita allir að það er mjög gott að reka álver á Íslandi, það vita fleiri og fleiri að það er líklega mjög gott að reka kísilver á Íslandi og nú erum við að sjá að það er mjög gott að reka gagnaver á Íslandi. Og þetta er besta markaðssetningin. Það er þessi árangursríki rekstur hjá okkar viðskiptavinum og hversu vel þeir ganga og bara hversu arðbær rekstur þeirra er. En það sem er besta samt sönnunin á því að það er full innistæða fyrir því sem ég er að segja, að það sé möguleikar á þessari verðhækkunum og meiri arðsemi, að það er svo eftirspurn sem við sjáum. Það er afskaplega ánægjulegt að sú staða er komin upp, að þetta er orðið meiri eftirspurn en framboð og það er staða sem er komin til með að vera. Við munum, sem það mun kannski, það mun ekkert breyta, það er alveg sama hvað við virkjum. Jafnvel þó að við færum lengra en nokkur manni órar, þá myndum við samt ekki eiga næg orku, því þetta er takmörkuð auðlind, þetta er ekkert mjög mikið magn. Þetta er mjög mikið magn fyrir þessa litlu þjóð. Það er þar sem að punkturinn liggur, ekki ef við horfum á því að við ætlum að leysa orkuvanda heimsins. En það sem við höfum síðan gert, að það er að senda grunni þessara breytta lagaumhverfis og breytta markaðsumhverfis, þá höfum við mótað skýra stefnu fyrir Landsvirkjun sem er afar mikilvægt fyrir starfsfólkið. Það er afar mikilvægt fyrir starfsfólkið að hafa skýrt leiðarljós hvert hlutverk okkar er og hvaða áherslur við höfum í rekstrinum. Og þetta er húsið okkar eins og við köllum, sem kannski þeir sem hafa mætt mikið á fundi hjá okkur, þeir hafa verið mjög vel sóttir fundir, þeir eru farnir að þekkja það, starfsmennir eru orðnir býsna leiðir á því.
En við höldum samt áfram að birta það. Það bara þannig með þetta á að vera þannig að það vita allir hvað stendur þarna, en þarna kemur fram að hlutverk okkar að hámarka afraksturinn af þeim orkuauðlindunum sem okkur trúa fyrir á sjálfbæran og hagkvæman hátt. Og það í raun og veru ekki hægt fyrir Landsvirkjun að hafa neina aðra stefnu. Það bara að laga umhverfið segir að við eigum að vera reknir á viðskiptalegum forsendum. Og síðan við markaðsráðandi fyrirtæki í eigu ríkisins, þannig að Samkeppnisstofnun fylgist mjög grannt með okkur og við megum ekki vinna á öðrum viðskiptalegum forsendum. Þannig að þessi stefna, þó hún sett hún fram á, þá í raun og veru ekki mögulegt að hafa mikið breytta stefnu nema þá að breyta lögum. Við höfum sagt skýrt, svo erum sett í svo stoðirnar í húsinu okkar, það að stunda skilvirka orkuframleiðslu, laða að fjölbreytta viðskiptaminni og vera með verðtengingu við evrópsku orkumarkað, að orka á Íslandi sé litið á hana sem evrópsku orku. Við vitum samt að við verðum að vera ódýrari en Evrópa, orkan í Evrópu mjög dýr, en við viljum samt að aðilar sem versla við okkur upplifi það að þeir séu að kaupa evrópsku orku, enda erum við inn á evrópska efnahagssvæðinu. Undir húsinu eru síðan tvær mikilvægar stoðir, sáttin, sem mun koma betur á það eftir, og að sjálfsögðu starfsmennirnir sem eru grunnurinn í fyrirtækinu. En aðeins, svo ef við horfum í kringum okkur, og það hefur komið fram í ræðum, alla þriggja ræðumenn, þessar tengingar raforkumarkaða. Og það mikilvægt að byrja því að sjá það að það mikil áhersla á samtengingar raforkumarkaða. Og þetta tengist markaðsvæðingunni sem átti sér stað í þessu löndum. Og það einkum 3 þættir sem að drífa áfram tengingarnar. Og þetta eru bæði tengingar á landi og síðan tengingar í sjó. Við horfum meira á tengingarnar í sjó, en það sjálfsögðu miklu meiri tengingar á landi á milli markaðana. Og það sem drífur áfram þessa þróun markaða, þróun tengingarna, myndi ég segja, þrennt. Það orkuöryggi, sem eiginlega hornsteinninn í öllum orkustefnum allra landa. Við kemum betur að því lega eftir þetta hlutur sem við Íslendingar þurfum að vera meðvituð því orkuöryggi ekki sjálfsagður hlutur. Og lönd, þetta svona efst bara á lista flestra ríkisstjórna, hvernig tryggjum við orkuöryggi, og þeir vilja ekki vera háðir öðrum löndum, vilja geta ráðið við truflanir og ef eftirspurn breytist, hvað gerist á markaðnum, af því að eins og kom fram hérna í myndböndunum, það ekki hægt að geyma raforku, þannig ef hún ekki framleidd inn á kerfið og ef það reynt að draga út úr kerfinu of mikla raforku, þá hrynur kerfið. Það ógn við orkuöryggi. Síðan þetta mjög góð arðsemi á þessu. Þetta mjög sem tryggir góða arðsemi, sem gerir það verkum að fjárfestar eru áfjáðir í að fjárfesta í þessu, og þau fyrirtæki sem hafa átt þetta, bæði strengur á milli Hollands og Noregs og Bretlands og Hollands og fleiri hafa náð mun betri arðsemi heldur en var búist við. En síðan mikilvægt að hafa í huga að það mjög sterk rök fyrir þessu út frá umhverfisverndarsjónarmiðum. Og almennt út í Evrópu þá styðja umhverfisverndarsinnar mjög sterkt við þessar tengingar. Og það einkum 2 ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi til þess að tryggja ábyrga nýtingu orku, til þess að geta framleitt minni orku í kerfinu, að það sé ekki sóun í kerfunum. Og hins vegar eru tengingarnar lykillinn að því að vindorka og sólarorka nýtist. Vindorka og sólarorka framleiða ekki endilega þegar markaðurinn vill orkuna, þannig að eina leiðin til þess að mæta sveiflunum að búa til stærri markaðssvæði og jafna á sveiflurnar. Þannig að það orkuöryggi, góð arðsemi og umhverfissjónarmið sem styðja þessa miklu þróun, ég myndi næstu því segja byltingu sem á sér stað í raforkukerfi heimsins. Við höfum því sagt að þetta sé áhugavert fyrir Ísland að skoða þetta og þetta geti verið áhugavert skref fyrir einangra orkukerfi að skoða þetta og raun og veru lítu við á þetta bara sem hvert annað viðskiptatækifæri. Þetta bara viðskiptavinur með ákveðna kosti og ákveðna galla sem við teljum áhugavert að skoða eins og við skoðum aðra. En áhrifin á okkur, sem ef við horfum á þessi mikilvægi þátti eins og orkuöryggi, eru mun meiri heldur en önnur lönd. Og þarna erum við að tala orkuöryggi sem tengist bæði náttúruhamförum, sem við vorum alvarlega minnt á núna í jarðhræringunum eða eldgosunum við Bárðarbungu, þar sem menn höfðu áhyggjur af að raforkukerfið færu úr sambandi og gerðu sér grein fyrir hvað gæti gerst. Þetta líka bara alvarlega bilanir sem geta gerst. Þetta ekki síður líka þetta ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Við höfum aldrei upplifað það, af því að það hefur alltaf verið meiri framboð heldur en eftirspurnin. En þegar að þetta breytist,
að eftirspurnin verður meiri framboð, þá eru möguleikar að það myndist ójafnvægi á markaðnum og þá höfum við, að því við erum lokakerfi, þá erum við að fá sömu vandamál og við sjáum aðra þjóðir lendi í. Og ég minni á það tekur okkur, eftir að við höfum fengið öll leyfi, 3 ár að byggja virkjun. Það geta komið viðskiptin inn á markaðnum og byrjað að kaupa. Þannig að við höfum það sama og þurfum að skoða og við megum passa okkur að falla ekki þá gryfju að þrátt fyrir að það hafi ekki komið upp alvarlegar bilanir og alvarlegar atriði í okkar raforkukerfi, það þýðir ekki að það geti ekki gerst. Sem við þurfum að vera meðvitaðir þær áhættur sem stöndum framfyrir og reyna að byggja okkur upp þannig að þetta verði ekki vandamál. Ábyrg nýting auðlindanna, sjálfsögðu þurfum að losa lokakerfi, að það hefur gríðarlega áhrif, sérstaklega lítið kerfi og vatnsaflskerfi, að þá er alltaf umtalsverð umframorka í kerfinu. Og við höfum talið það að það sé okkar mat að það sé svona að meðaltali 10% umframgeti í kerfinu, breytilegt á milli vatnsára. Þetta eru svona 2 teravattstundir. Þetta er ígildi 2 blönduvirkjana sem að gæti verið í kerfinu okkar. Ef við teljum að sé í kerfinu okkar, við þyrftum að vera fjárfesta til að fá það alveg fram. En hugsanlega er 1 blönduvirkjun sem myndi koma út úr kerfinu að meðaltali án fjárfestinga. Þannig að þetta er út frá ábyrgri nýtingu auðlinda ekki mjög vel að verki staðið. En við endurtökum, við leggjum áherslu til skoðað og við fögnum þeim stuðningi sem við fáum frá ráðamönnum í því en þurfum að gefa okkur góðan tíma. Það er mörgum spurningum ósvarað. Þetta er ekki endilega rétt. Við höfum fullt af öðrum tækifærum en við verðum líka að muna að það er ekkert víst að þetta tækifæri verði alltaf til staðar. Í öllum viðskiptum þá opnast gluggar og lokast gluggar. Það er bara eðli viðskipta. En þá er það spurningin sem er áhugavert að fjalla sérstaklega eftir að fjármálaráðherra kom með þessa áhugaverðu hugmynd orku- og auðlindasjóð. Hvenær getum við sem fyrirtæki greitt aukinn arð? Hvenær maður búast við því og hversu mikil og hvað þarf að gerast til að það geti gerst? Og ég er sammála fjármálaráðherra að það þarf að ræða þessa hluti áður heldur en arðurinn verður til. Og það kannski ef við horfum aftur til Norðmanna að þá er eiginlega lykillinn að þeirra farsælu stjórn á auðlindum og auðlindaarði er hversu langt fram í tíma þeir hafa hugsað. Til dæmis þegar Norðmenn settu á fót olíusjóðinn að þá, sem var alls ekki sjálfsagt á þeim tíma, og að þá voru engar greiðslur í þann sjóð í 7 fyrstu árin. Það var ekki meiri arður út úr olíuvinnslunni á þeim tíma heldur en það. Þannig að því við skiptum ekki hlut sem er búið að eyða. Þannig að það er mjög mikilvægt, ég er algjörlega sammála því að ef við ætlum að skoða þetta núna. En grunnurinn af mögulegum auðlindareglum er að sjálfsögðu undirliggjandi rekstur. Hvernig er reksturinn að ganga? Og þessar myndir þarna sýna hvernig grunnrekstur Landsvirkjunar hefur verið að þróast. Hann hefur verið stöðugt á batna og árið 2014 var besta rekstrarári sögu Landsvirkjunar með 19 milljarða hagnað fyrir ónýtta fjármagnsliði. Og það minni á það að þetta var ár sem var líka erfitt ár. Það var bæði, við þurftum að skerða afhendingu og skerðanlegri orku vegna vatnsskorts og það var líka lágt álverð á þessu tíma sem hefur umtalsverð áhrif á fyrirtækið, að þá var þetta hagnaður 90 milljarða. Horfur á þessu ári eru góðar. Við munum fá inn aukna orkusölu á þessu ári sem tengist fyrst og fremst að Búðarhálsvirkjun kom inn á síðasta ári og mun koma inn í reksturinn, eða hafa áhrif á reksturinn á þessu ári. Þannig að allar horfur á því að árið 2015 verði að minnstakosti jafngott eða betra ár heldur en árið í ár. Annar mælikvarði sem við horfum á er eiginfjárhlutfallið sem hefur verið að þróast jákvætt og er núna 40% og hefur ekki verið hærra frá stofnun fyrirtækisins. Það mun einnig halda áfram að styrkjast á næstu árum. En hvernig erum við að nota þessa fjármuni sem myndast í fyrirtækinu? Hvaða fjármunir hafa verið að myndast? Þá eru fjármunir sem myndast í fyrirtækinu einkum notaðir í þrennt. Þeir eru notaðir til að borga niður skuldir, þeir eru notaðir til að fjárfesta í nýjum eignum og þeir eru notaðir í arðgreiðslur. Og áherslan á síðustu árum hefur eins og margoft hefur komið fram hjá okkur verið á það að greiða niður skuldir fyrirtækisins. Fyrirtæki lauk mjög stórum fjárfestingum árið 2007 og það var alltaf áformin að næstu ár yrðu síðan notuð til að greiða niður skuldir. Þetta er ekkert sem að koma óvart og það var ekkert sem að koma óvart að þyrfti að gera þetta. Þetta er algjörlega í samræmi við þau áform sem voru framkvæmdina. En lækkun skulda hefur gengið vel á síðustu 5 árum, þrátt fyrir að þessu umhverfi hefur ekkert verið sérstaklega hagstætt. Að þá hefur lækkað skuldir 82 milljarða, sem nettó skuldirnar, samhliða því að við höfum fjárfest fyrir 68 milljarða. Þannig að fjármunamyndunin í fyrirtækinu hefur verið 150 milljarðar
og síðan hefur við þess til viðbótar greitt tæpa 5 milljarða í arð sem ég kem betur á það eftir. Það mikilvægt að fjárfesta líka. Vissulega þurfum við bara viðhaldsfjárfestingar til þess að halda við okkur eignum, en viðhaldsfjárfestingar eru svona þriðjungur þessari upphæð, þessu 68 milljörðum. Og við höfum lagt mikla áherslu á þessum tíma, jafnvel þó þetta væri erfiðir tímar, að sinna viðhaldi mjög vel. Það bara stefna fyrirtækis alltaf, og frá því var ekki hvika árið 2008 að sinna viðhaldinu, þannig að þriðjungur er hérna viðhald, og stærst af öðrum fjárfestingum er Búðarásvirkjun. Þannig að við, og síðan undirbúningu virkjana á Norðausturlandi, þannig að við höfum verið að byggja þessa virkjun út úr rekstri, fyrir fjármagn út úr rekstri, og samlega því greitt niður skuldir upp á 82 milljarða. Ef við skoðum þetta aðeins öðruvísi og setjum þessa 5 ár upp svona, þá höfum við að nota svona rúm 50% til þess að greiða niður skuldir, 45% til þess að framkvæma fyrir og 3% í arðgreiðslur. En það er áhugavert að velta fyrir sér hvenær getum við breytt þessu, hvenær getum við dregið úr hraða því að greiða niður skuldir. Því að það er alveg eðlilegt fyrir fyrirtæki svo Landsvirkjun að hafa ákveðnar skuldir, en það þurfa bara að vera hæfilegar. Og hæfilegar skuldir eru að okkar mati þannig skuldsetning að við höfum auðveldan aðgang að því að endurfjármagna fyrirtækið með hagkvæmum langtímalánum án ríkisábyrgðar. Þá erum við komin á það stað að við getum farið að borga arð. Og þá erum við með hagkvæmum lánum, þá erum það bæði tímalengd lánanna skiptir miklu máli, þannig að afborgunarferlið verði ekki erfitt og að vaxtakjörin séu ásættanleg. Það sem að ræður þessu er ýmsar, að hvenær við getum farið í þetta, að nota það bil helminginn í arðgreiðslur, sem er ekki óeðlilegt fyrir fyrirtæki eins og Landsvirkjun, sem að í eðli sínu fyrirtæki Landsvirkjun eiga að vera arðgreiðslu fyrirtæki. Að það er spurning hvenær getum við farið í það. Þá ræðst það að ýmsum aðstæðum, bæði innri aðstæðum í rekstri fyrirtækis og ytri aðstæðum sem að við stýrum ekki. Ytri aðstæðurnar eru til dæmis álverð. 50% af því magni sem við seljum í dag er enn tengt álverði og það sveiflast verulega. Álverð er hins vegar lágt og við höfum frekar von á það muni hækka. Vextir skipta okkur miklu máli og að lokum aðgengi íslenskra aðila að erlendum fjármagnsmörkuðum. Innri málin snúa hins vegar að því að halda áfram að auka arðsemina og draga og lækka skuldirnar í það að bankar og matsfyrirtæki telji það að við séum þannig fjárhagslega sterk að það sé greiður aðgangur á lánsfé. Það var okkur mikið ánægjuefni í morgun að fá það frá Moody's að fyrirtækið ákvað að breyta lánshæfi Landsvirkjunar, að færa það úr stöðugum yfir í jákvæðar. Það er ennþá að vísu þó nokkuð land að komast þangað sem við viljum vera, en þetta var veruleg viðurkenning fyrir það að við séum á réttri leið með því að þróa efnahag og rekstur fyrirtækisins. En við teljum að það taki okkur, miðað við núverandi, þá þurfum við að minnsta kosti 2 til 3 ár þar sem við erum að vinna eins og þetta til þess að greiða niður skuldir þangað til við getum farið að auka arðgreiðslurnar. Síðan þarf það að gerast að sjálfsögðu fullu samráði við matsfyrirtækin og vel útskýrt fyrir þeim þegar við byrjum að auka arðgreiðslurnar og á nokkrum árum getum við farið yfir í seinni myndina. En þarna er ég kannski fyrst og fremst að tala um það að skipta kökun öðruvísi, að taka sömu stærð og skipta henni öðruvísi, að færa hann á milli þessara aðila sem við þurfum að þjóna með okkar fjármagnsmyndun. En það sem okkar hlutverk er eins og að fyrst og fremst störfum hjá fyrirtækinu er að stækka þessa köku. Að það sé meiri til skiptana og þá getur til að ná út meiri fjármunamyndun til að við getum borgað á niður lánin fyrst hraðar og síðan greitt hærri arð. Og þar eru mikilvæg mál sem við erum vinnum að, það er að fá betra verð fyrir okkar vöru, auka magnið sem við seljum, nýjar virkjanir, það hjálpa okkur mikið, bæði vegna þess að það hjálpa viðskiptavinum okkar að stækka, eins og reynslan var með Alcan í Straumsvík þegar þeir stækkuðu sína verksmiðju, sem var mjög hagkvæm stækkun fyrir þá, að þá gerði það kleift að borga hærra raforkuverð með minni áhættu fyrir Landsvirkjun. Einnig dregur þetta líka að nýja viðskiptavini sem eru í dag að borga hærra verð og þá verður til nýtt viðmiðunarverð og í markaðsumhverfi þegar aðilar verði í eðli að borga sambærilegt verð, þá hefur það mikil áhrif á endursamninga. Þannig að það sé þróun í kerfinu, það sé verið að stækka kerfið, styðja við vöxt, fá nýja viðskiptavini, það hjálpar okkur mjög í þessu markmiði okkar að stækka það sem er til skiptana.
Þessar árlegu arðgreiðslur hafa verið hjá okkur á síðustu 4 árum, svona 1,5 til 1,8 milljarður. Þetta eru ekkert lágar upphæðir ef maður horfir á krónutöluna, en fyrir fyrirtæki á borð við Landsvirkjun þá er þetta lág upphæð. Fyrirtæki sem er með eigið fé upp á 230 milljarða, pluss eignir sem er í afskrifuðum virkjunum, að þá er þetta sjálfsögðu lág tala. Ef við skiptum þessari köku öðrum eins og við sýndum áðan, þá teljum við að þegar við erum komin á það stig að þurfa að geta endurfjármagnað okkur, að þá gæti þessi tala breyst í 10 til 20 milljarða og það er það háð í hvernig vextir og álver þróast, hvenær það gerðist og það er mjög mikilvægt að þetta gerist með sýnileika til fjármálamarkaðarins þannig að trúverðugleiki Landsvirkjunar haldist. Og ef okkur tekst að stækka kökuna, ef okkur tekst að þróa markaðinn og nýta þau vaxtartækifæri sem við höfum og ef að raforkuverð þróast í Evrópu og Bandaríkjunum á svipaðan hátt og allar spár benda til og ef okkur tekst að fá það sömu þróun til Íslands og ef ég held áfram, ef okkur tekst að leggja sæstreng, þá gæti þetta stækkað verulega. En hversu mikið viljum við virkja? Það er náttúrulega afar mikilvægt að velta því fyrir sér. Hversu mikið viljum við virkja til þess að mæta þessari framtíðarsýn og það er eins og ég segi, það frekari virkjanir styðja framtíðarsýnina og það er því mikilvægt að velta því fyrir sér, bæði sem fyrirtæki og síðan náttúrulega sem þjóðin sem náttúrulega hefur endanlega ákvarðið gegnum svona þjóðkjörnu fulltrúa. En fyrst myndi ég vilja aðeins að fjalla bara hvernig við tökum þessa ákvörðun áður en ég svara spurningunni. Það er mikilvægt að það er oft haldið bara nánast að orkufyrirtæki ákveði hvað þið virkja. Það mætti stundum halda á umræðinu að það væri bara ákveðið orkufyrirtæki. Ef orkufyrirtæki setur fram hugmynd þá er það eitthvað sem á að fara að gera. Það er ekki því miður, það sem betur fer, alls ekki svoleiðis. En þegar við nálgumst þessi verkefni að þá er fyrsta lagi sem við gerum okkur mjög vel grein fyrir að það er það að virkjanir hafa alltaf umtalsverð áhrif bæði á umhverfi og lífríki. Það er bara raun og veru mannanna verk hafa það, hvort sem að það er vegagerð, hvort sem að það er landbúnaður eða ferðaþjónusta, við höfum áhrif. Það er bara óhjákvæmilegt, sérstaklega þegar við förum upp á hálendið. En þegar við þá vinnum að hugmyndum að þá vinnum við í áratugi af því að rannsaka hugmyndir og þegar við teljum að það sé hægt að finna lausn sem er ásættanleg á okkar mati út frá umhverfissjónarmiðum og hagkvæmnissjónarmiðum að þá þróum við það áfram. Við leggjum mikinn metnað í það, í það starf og byggjum náttúrulega á áratuga reynslu. Þegar því er lokið að þá er það lagt í rammaáætlun, það sem er víðtækt umsagnarferli og aðkoma allra að verkefninu. Það er síðan umhverfismat ef það kemst í gegnum rammaáætlun og síðan skipulagsferli, þannig að það er ítrekað farið í gegnum það og það tryggir það að þetta fái virkt aðhald og við í Landsvirkjun við fögnum því aðhaldi sem félagasamtök og einstaklingar veita fyrirtækinu. Það er okkur mikilvægt, það er okkur hvatning að gera enn betur og við hlustum á þessi sjónarmið og þrátt fyrir að ég hafi lýst því að við teljum okkur vera að standa vel að verkum að þá erum við meðvituð það að við getum haft betra samráð. Við höfum samráðið fyrir kannski fyrst og fremst núna í kringum rammaáætlun og umhverfismatið en við stefnum að því að auka samráð við hagsmunaaðila á fyrstu stigunum og teljum að það verði bæði til þess að gera hugmyndirnar betri og einnig auðveldra að samtvinna hagsmunina. En þegar að því er lokið, þegar þetta fer í gegnum rammaáætlun, þá er það samt á endanum stjórnvöld sem ákveða hvað má virkja og síðan er orkan seld á markaðslegum forsendum. Það kemur oft fram í umræðinu þegar við erum að tala um þessa auknu fjármunamyndun að þá kemur jafnvel að fólk verður hrætt við og segir ef það við högnumst mikið á þessu virkjum við þá ekki allt. Verður þá ekki réttlega að fara í alla kosti. Ég er algjörlega ósammála þessu og í fyrsta lagi eru rökin því að þetta eru algjörlega tvær aðskildar ákvarðanir, ákvörðun hvað er virkjað og hvert við seljum það. Það er algjörlega ótengt á milli þarna, þannig að tengja arðsemina inn, að segja það við áhrif, það er raun og veru, lagaumhverfið býður ekki upp á það og í raun og veru myndi ég halda því fram að aukin arðsemi verði til þess að verndunarssjónarmið munu fá verða virt í ríkara mæli. Einfaldlega vegna þess að þegar þjóðir hafa meiri auðlegð
að þá aukast þessar kröfur. Það einkum í fátækum löndum sem að allt falt. Þannig að ég er ósammála því að arðsemi auki orkuvinnslu. Það var ekki nema þá að við færum þá í kosti sem að við hefðum leyfi til að fara í, heimild til að fara í, en þeir voru bara óarðbærir. En það er búið að heimila þá í sem rammaáætlun. En síðan er mjög mikilvægt að eftir að öll ákvörðun er tekin, þá er það orkufyrirtæki sem ber ábyrgðin. Það er mjög skýr ábyrgð á rekstrinum og orkufyrirtæki þarf að bregðast við ef umhverfisáhrifin verða önnur heldur en ætlað er. Þannig að þetta er mjög vandaferli. Við erum mjög meðvituð það að þetta framkvæmdir okkar hafa mikil áhrif og við öxlum þá ábyrgð sem fylgir þeirri ábyrgð. Þannig að spurningin var hversu mikið viljum virkja. Ég ætla ekki að gleyma að svara þeirri spurningu. Og svarið okkar er það að við viljum virkja það sem okkur er trúað fyrir. Og ákveðið hefur verið að nýta þess tilbærum aðilum. Þannig að það sem að þjóðin og fulltrúar þjóðinnar ákveða að nýta, það viljum við nýta og vanda okkur við það eins mikið og hart og gera það á varfærin hátt. Að lokum langar mig að koma inn á sáttina. Þennan afar mikilvæga þátt til þess að við náum, ef við ætlum að halda áfram nýtingu okkar auðlinda. Það er sátt aukna verndun og nýtingu. Og það má velta því fyrir sér, ef maður horfir, og ég hef ekkert verið neitt mjög lengi í orkuiðnaðinum, í rúm 5 ár, þá finnst manni það að það er afar óheppilegt að orkumál skulu vera átakamál í íslenskri pólitík. Að stjórnmálamenn hafa ákveðið að nota þetta sem svona einhvern punktinn þar sem að þú vilt aðgreina þig í pólitík. Því ég held að við séum mun meira sammála í þessum málum heldur en kannski maður gæti haldið. Og ég held allavega að stór hluti landsmanna sé í meginatriðum sammála. Og það sem ég held að við séum sammála er í fyrsta lagi víðtæka verndun mikilvægra náttúrusvæða. Ég held að það séu allir, ég bara fullyrði það allir þessi vinni á Landsvirkjun eru mjög hlynntir því. Ég tel líka að mjög stór hluti þjóðarinnar sé fylgjandi því að fara í varfærna nýtingu á okkar auðlindum í efnahagslegum tilgangi. En það er spurningi síðan hvernig við samtvinnum þetta og þá þurfa að vera skýrar leikreglur til þess að það geti, og við höfum verkfærin eins og rammaáætlun sem er mikilvægt að aðilar styðji og sameinist og við þurfum að sníða ákveðna vankanta af og við þurfum að tryggja það að við túlkum öll rammaáætlun eins. Það sem er vandamálið helst í rammaáætlun í dag, það er mismunandi túlkun á lögunum sem þarf bara að skerpa á. Ég tel líka að við séum sammála það að selja þessu orku til fjölbreytts iðnaðar og skapa hér áhugaverð tækifæri. Og ég tel að við séum sammála það að hafa aukna arðsemi út úr okkar starfsemi. Þannig að þetta og þessi 5 atriði eru raun og veru stóru málin sem þurfum að vera sammála. Og við erum sammála þá væri afar mikilvægt að við fyndum leiðir til þess að móta stefnuna án þess að þetta sé þetta stóra átakamál. Og ég held að það var áhugavert enn og aftur að horfa til Norðmanna sem hafa verið mjög farsælir í þessu orkunýtingu. Þar eru helstu stjórnmálaflokkarnir sammála þetta. Vissulega er ég ekki að tala endilega einstakan afmarkaðan virkjunarkost. Og ég er alls ekki að tala það að fólk eigi ekki að vera gagnrýni á virkjunarkosti. Ég tel að það sé nauðsynlegt að það séu hópar sem að veiti hverjum einasta virkjunarkosti aðhald. En ef við gerðum það, þá tel ég að við fengjum enn betri niðurstöðu. Og ég vil leyfa mér að spyrja þeirri spurningar. Er mögulegt að finna niðurstöðu þar sem að við næðum til sem framtíða niðurstöðu, þar sem stærð verndaðra svæða utan jökla væri tvöfölduð og við værum að vernda, myndi ég segja, öll okkar helstu náttúrusvæði og á sama tíma að auka orkuvinnslu umtalsvert. Ég held að þetta sé mögulegt, ef að vilji fyrir hendi. Endurnýjanleg orkuvinnsla og náttúruvernd þurfa ekki að vera andstæður og eru í eðlisínu ekki andstæður og hafa ekki verið það endilega sögulega. En við þurfum líka að muna það að sáttin er ekki endilega það að allir eru sammála, en það er það að umtalsverður meirihluti sé sammála þeim niðurstöðum sem við komum að. Að lokum bara vil ég segja það að Landsvirkjun stendur á tímamótum. Það er sterkur grunnur við hefur lagður í fyrirtækinu á síðustu 50 árum og bættur rekstur fyrirtækisins mun gera fyrirtækinu kleift að greiða aukinn arð til eigenda sinna næstu árum.
En ég endurtek líka eins og ég sagði áðan, þetta í fullu samræmi við það sem var lagt af stað með í upphafi, að fyrstu árin yrðu notuð til þess að greiða niður skuldir fyrirtækisins. Eftirspurn eftir íslenskri raforku meiri en framboð, sem algjörlega nýtt fyrir okkur. Það hins vegar krefjandi umhverfi og ekkert endilega auðvelt fyrir okkur að fóta okkur í því, en það skapar áhugaverð en krefjandi tækifæri fyrir raforkumarkaðinn. Við höfum til staðar vandaða umgjörð sem byggir á rammaáætlun, umhverfismati, skipulagslöggjöf ákvarðanatöku frekar nýtingu og verndun landsvæða, og ég vil hvetja alla málsaðila til þess að fylgja sér þessa aðferðafræði og þá bara skýra hana þannig að við náum að nýta hana betur. Ef við gerum það, að þá möguleiki að mínu mati til að ná breiðri sátt verndun helstu náttúrusvæða og tryggja samhliða þá orkunýtingu kosti áfram fyrir okkur til hagsbóta. Takk fyrir.